Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 2. maí 2017. Þetta fundur númer 3414 og 9. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 8 liðum. Þá það fyrsti dagskrárliður, númer 1, sanngerðisbót, umsókn breytingar á deiliskipulagi. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég erindi dagsett 12. júní 2015 þar sem að Helgi Jóhannesson fyrir hönd Norðurorku sækir breytingar á deiluskipulagi sandgerðisbótar vegna lóðar Skólphreinsunarstöðvar. Skipulagstillagan var auglýst frá 24. febrúar með athugasemdafresti til 7. apríl 2017. Ein athugasemd barst sem var undirskriftalisti með 32 undirskriftum dagsettu 22. mars 2017. Gerð athugasemd við að stígur meðfram sjónum sé felldur niður og að búið sé að girða lóðina af. 4 umsagnir bárust. Umhverfisstofnun. Við mat á umhverfisáhrifum hreinsistöðvarinnar benti Umhverfisstofnun á að óvíst væri hvort sú aðgerð að dæla skólpi lengra frá landi muni hafa jákvæð áhrif á viðtakan nema að því marki að þynning mun aukast. Sjónmengun mun minnka. Á heildina litið telur Umhverfisstofnun að deiluskipulagsbreytingin muni hafa jákvæð umhverfisáhrif í för með sér og geri ekki athugasemdir við umrædda tillögu. Skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun telur að framlögð gögn lýsi skipulagsáformum og umhverfismati tillögunar með fullnægjandi hætti. Minjastofnun Íslands. Engar fornleifar eru þekktar á svæðinu og því ekki gerðar athugasemdir. Náttúrufræðistofnun Íslands. Engar athugasemdir gerðar. Skipulagsráð tekur undir athugasemdina hvað varðar rétt almennings til aðgengis að sjó og að í deiluskipulagi skuli vera ákvæði að ekki verði heimilt að girða lóðina þannig af að aðgengi að sjó verði heft. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. En í ljósi þessara bókunar skipulagsráðs þar sem þeir tala það að ákvæði að ekki verði heimilt að girða lóðina þannig af að aðgengi að sjó verði heft, lögðum við til að það yrði aðeins skýrara ákvæði þannig að við myndum átt okkur svona á hvað í rauninni verið að meina með þessu og formaður skipulagsráðs lagði fram eftirfarandi tillögu að bæjarstjórn samþykki að Norðurorku sé heimilt að girða af athafnasvæði sitt en þó ekki nær grjótvarnargarði en sem nemur 1 metra. Ef í ljós kemur að Norðurorka þurfi aukið pláss vegna fráveitumannvirkja og muni sækja breytingar, muni bæjarstjórn skoða það með opnum huga. Ég legg þetta hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að byrja að skýra frá því að ég get alveg tekið undir þessa bókun af því að á sama tíma og það er mjög mikilvægt og þarna hefur skipulagsráð að mínum að til staðið sér vel að varna því að girt sé af svæði sem að almenningur á rétt til þess að geta haft aðgengi að þá er samt mjög mikilvægt vegna þess að þessi framkvæmd er bara sem sagt fyrsta stigs hreinsun sem er alls ekkert nægilegt í raun og veru, þannig að auðvitað þarf að gera ráð fyrir því að það verði bætt úr og þetta er sem sagt væri þá hægt að bæta upp í annars stigs hreinsun sem þá betri hreinsun eða jafnvel 3. stigs sem auðvitað það sem við ættum að vera að gera. En það er allavega betra að gera þetta heldur en að gera ekkert og góður hluti gerast hægt og það allt saman. Þannig að ég get alveg stutt þetta og auðvitað tökum við umræðuna bara þegar að því kemur, þegar það þarf að stækka svæðið og hvernig er hægt að hanna það, þessa betrunarbót og aukna hreinsun. Þannig að það er bara mjög gott mál en ég vildi svona vekja athygli á því að þetta er auðvitað takmarkað, þessi framkvæmd sem áætluð er og mat umhverfisstofnunar auðvitað bara og umsögn hennar auðvitað bara mjög réttmæt að það gerir ekkert mikið þessi framkvæmd sem verið að fara í en hún gerir samt
meira en ekkert. Þannig að auðvitað verður það bara rætt að því kemur að fara að bæta hreinsunina og hreinsa betur og við vonandi munum bara hafa mikið metnað fyrir því þegar að því kemur og gera það sem allra fyrst og skoðum bara málið þegar það kemur aftur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós og göngum til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt vinsæla skerimerki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.